það eru örugglega margir sem hugsa bara, hvað er hann að segja þetta? Hatar hann útlendinga? Hatar hann útlendinga? Akkur vill hann ekki hjálpa fólki sem frá stríðsræðum löndum? Hann ekki trúaður? Já, sko. Hvernig myndur þú svara því? Þú veist, elskar ekki Guð alla menn? Þjóðin er framlenging af fjölskyldunni. Þú veist, það er ég sem manneskja, svo er fjölskyldan, svo er þjóðin. Og ef ég elska fjölskyldunum mína og elska svo þjóð mína, þá er ég væntanlega tilbúin til þess að gera eitthvað til þess að verja. Bæði sjálfa mig, fjölskyldunum mína og þjóð mína. Það þýðir ekki veist, þetta er eins og ef ég myndi segja við þig, heyrðu, það er maður fyrir utan, af hverju hleypur honum ekki inn til þín? Hatar hann. Er það hatur? Er það hatur ef ég hleyp ekki hverjum sem er inn til mín? Er það hatur ef ég vil bara hafa fjölskyldunum mína í fjölskyldubúðinu? Er það hatur? Þetta er ekki hatur. Þetta snýst bara það að ég sé það þannig að við höfum að hafa samfélagið á ákveðin máta. Og það er þannig að við séum ekki fjölmenningarsamfélag, heldur bara íslenskt samfélag. Og það sem að, og það eru, og það er alltaf verið að tala sko, hvað fjölmenningin er frábær og hvað er, þú veist, segðu mér bara, hvað er svona fyrsta séð dettur í hug þegar að tala hvað fjölmenning er frábær? Ekki maturinn, skilur við, kebabstaður, já, það sprettur, bæði, það er ekki eins og að fá góðan kebab á Íslandi, pældi því, skilur við, þetta er allt bara einhver skýta kebabar, en hver kostur við það að hafa einslit, að hafa þjóðfélag einslit? Hefur velt í eitthvað fyrir þér? Nei, það er aldrei tekið í umræðinu, það er alltaf að vera að tala bara fjölmenningin svo frábær út af kebab, skilur við getum alveg fengið uppskriftina, sko ég get alveg búið til kebab eða bara fæ uppskrift, sko en það er aldrei rætt, sko hver kostunum við að hafa einsleitt þjóðfélag og einsleitt þjóðfélag þar sem að allir þekkja hvern annan þau eru miklu skilvirkari að það eru og það eru, þú veist, þessi hlutir í menningu lands þar sem að þetta er fullt af atriðum sem við þekkjum í litla reglur förum við úr skónum inni eða ekki, allt þetta litla erum við hægra megin í rúlusteganum, skilur fullt allir þessi litlu hlutir ekki það, þú getur kent þetta en þetta eru milljón litlir hlutir þar sem allir skilja sem að þarf ekki að spyrja að það bara vita þetta allir að því við erum bara alin upp í þessu að þegar þetta er í lagi þá er skilvirkni miklu betri og svo er líka hver kostur við það að hafa traust samfélag hver kostur við það að geta skili hjóli sitt eftir úti ólæst væri það ekki næs? Jú. Var það ekki hægt? Fyrir ekkert svo löngu síðan. Jú, en Íslendingur eru alveg að stela hjólun líka. Já. Menn sem eru að fjármagna eitthvað. Ég veit það, en það var hægt samt á Íslandi að skilja þau eftir ólæst. Það bara í rauninni getur það ekki í dag. Það er af þetta fyrir aukist svo mikið. Út af linkind. Þú veist, og það er svona, þú veist, og þetta er svo fyndið að því að svo er eitthvað menn að tala sko landamæragæslu og eitthvað svona eins og við séum ekki út í Norður-Atlantshafi skilur, það er engin land, þú veist þetta er ekki eins og Þjóðverjar skilur sem eru með bara sko 1000 kílómetra landamærum skilur, við erum eyja, þú veist, þú kemst ekki að tinga á árabát sko, Nei. Þú veist,